Bókin okkar Bubba Mortens að koma út á hljóðbók eftir 32 ár. Hvað finnst þér það, Bubbi? Mér finnst nú bara pingulítið eins og þetta hafi verið í gær. Já, þetta var ansi skemmtileg vinna. Mjög, bara og djörf fannst mér. Það ekki oft sem að ævisögur eru gefnar út hjá barnungum mönnum. Nei, en þessi barnungi maður hafði frá mjög mörgu að segja. Þó svo þú hafir kannski ekki sagt allt þá, þú hefur bætt við síðan í ljóðabókunum þínum. Já. Hlutum sem þú sagði mér ekki frá, en þú hafðir sannarlega frá nóg að segja. Hefur eitthvað gerst síðan sem kallar á nýja ævisögu, finnst þér? Já, þú getur alveg skrifað nýja ævisögu, leikandi létt. Og hún hefði frá jafn mörg að segja og kannski aðeins opnari og mörgu leyti held ég að hún myndi svona loka kannski þessum svo kallaða ævisögu hring, skilur. Það við getum sagt að bókin, Bubba-bókin, svo kallaða, hafi verið kannski svona fyrsti kafli, sem sagt, einu sinni í öðru lífi, í öðru tímabelti. Og þá erum við að tala kannski, þú veist, æskuna, úlingsárin og svona fyrstu árin sem fjölskyldumaður og eitthvað svona, en síðan bara, en það bara þessu stuttu kafli í svo stóru verki. Af því að þegar ég fór svo að vinna seinna meir bæði ljóðabækurnar annað, þá þetta ger ég mig grein fyrir því að þetta var ekki nema bara svona forréttur. En ef við tökum þetta út frá nýju lífum, já, þá eru í bókinni okkar að minnstakosti 5 þessara nýju lífa, já, er það ekki? 4-5, jú. 4-5, já. Þannig að þetta segir að minnstakosti helmingin. Já. Og kannski skrautlegri helmingin. Já, að einhverju leyti, já, en og þá kannski meiri þá svona, hvað myndum maður geta sagt, skrautlegri en kannski grinnri aðeins líka frá minni hálfu. Já. Og þá meina ég, við vorum kannski ekki, við gátum botnað. Já. Þetta var ekki, við vorum ekki á bólakaf. Nei. Þú varst ekki tilbúin til þess þá og ég hefði sennilega ekki vita hvað ég hefði átt að gera við það ef þú hefðir farið á dýpið. Nei, allavegna hefði verið mjög, ég fór ekki að tala eða ég hef verið misnotaður fyrir en töluvert lengra sinn ég fór að syngja það í einhvers konar dulagerfum, og aðra hluti kannski sem hefði ekki bara, ég held að tíðarandinn hefði ekki endilega bara samþykkt þetta. Nei, þú varst náttúrulega stjarna, þú varst glamour drengurinn, já. Þú varst everybody's darling, já. Og þú biður að sömuleyti afsökunar á því í þessari bók. Já. Þú segir ég var svolítið of, já. En þú dylur það hins vegar heldur ekki að þú naust þess. Já, það er mikil nautn í þessari bók. Ég bara segi eins og Búdda, ef Búdda væri að tala við mig, Bubbi, en þú ert bara mannlegur. Og það er svo sannarlega í hinu mannlega eðli, hégómi, myrkur, lygi,
ljós, heiðarleiki, fegur, ljótleiki, allt þetta í einni manneski, sko. Og svo bara, manneskjan eins og demanturinn, það fer eftir í bara hvar ljósbroti lendir á. Og ég held að það sé dálítið svoleiðis með sko mig eins og marga aðra, sko, og ég fljótlega hætti að sýna betri hliðina bara. Ég var, sko, til að byrja með viltu bara sýna betri hliðina. Það oft sagt, sko, innan fólk allir sína betri hlið, hvort sem þeir eru fjöldamorðingjar eða ofbeldismenn eða barnanýðingar, það sýna allir þá hlið sem þeir halda að nýtist þeim best. En svo hætti ég því bara. Ég fór bara að segja það sem ég sýndist og fór að vera það sem ég var, og þá fór ég nú að vera dálítið meira umdeildur og allt það, en enga síður þá tel ég nú samt að við höfum verið tiltölulega bara mjög heiðarleg. Það ég alveg vissum. Já. Svo langt sem það náði. Akkurat. Já. Og hefurðu lesið bókina nýlega? Nei, sko, það nú svo skrítið með mig. Ég las hana auðvitað mörgu sinnum þegar við vorum að vinna hana og svo þegar hún kom út. Sen hef ég ekki litið á hana. Nei. Það sama með ljóðabækurnar mínar og það sama með plöturnar mínar. Ég hlusti ekki á sjálfa mig. Nei. Og hef engan áhuga á því. Mér finnst lang skemmtilegast að vera í sjálfri sköpuninni, í því ferli, þá ég alveg sko heltekinn og til dæmis ég að vinna núna plötu sem kemur út bara eftir nokkra vikur og ég svona búin að hlusta á hana svona 70 sinnum og ég geri þetta í vinnsluferlinu og allt þetta. Svo bara þegar platan er komin út þá kemur hún mér ekki við og ég nenni ekki að hlusta saman mig, sko. Það bara, og það, stundum gerist það, ég beður eitthvað lag í jarðarför og þá þarf ég bara að læra, ég bara, já, býta þetta, ekki, bara finn ég það og þá þarf ég bara að læra það, bara, ok, samt þetta lag og þá rifjast upp, það í minninu og það hefur alveg komið fyrir, ég þurfti að leita í lög til að auka úrvalið á tónleikum eitthvað svona. Og það kemur alltaf óvart hvað ég samið ógeðslega mikið á flottu stöfi. Já, það nú gaman að láta það koma sér óvart. Já, ég þurfti að náttúrulega fara í hana aftur, bæði æfa mig heima og svo lesa hana inn á hljóðbókina og það kom mér á óvart hvað ég skemmti mér vel. Mér fannst hún bara verulega velgerð og aðlaðandi bók. Já, ég held líka, Silja, sko, að ég hefði ekki haft það minni sem ég hafði þá verbúðatíman, æskuna, mömmu og allt þetta. Til dæmis, ég man ekki lengur mömmu, hún bara í blóðinu mínu. Ég man ekki hvernig hún leit út, en samt man ég það. Já. Það allt eitthvað í innra minninu. En ég mundi það þá. Já. Og sama með, sko, æskuna. Ég mundi leikina og allt þetta. Já. Í dag ætti ég miklu erfiðara með að ná í það, en hins vegar segjum svo að við færum að skrifa ævisögu sem tæki við þar sem þessari líkur, þá væri ég mjög fín og á fínum akri þar sem ég geti týnt upp minningarnar og þær væri tiltölulega skýrar og ljósar. Þannig að ég held sko að með það að gera var þetta fínn tími upp á að rifja upp æskuna mína, leikina, andrúmsloftið á 7. áratugnum og allt það. Ég held að það hefur verið nefnilega bara alveg frábært. Ég hugsa að það sé alveg rétt hjá þér. Kannski ekki síðasti séns, en allavega mjög góður tími til að rifja þetta upp. Já. Og svo þetta til. Og hægt að renna í hana og rifja upp og þá kemur jafnvel eitthvað meira upp í hugan, einhverja myndir. Já, klárlega. Algjörlega. Forlagið.